Ok, núna verðum við komin í lofti þannig að allt sem við hefum svo litið. Já, takk. Það var mjög hjálplegt. Frá mig núna. Sérðu, náðu bara í hérna fyrirlesturinn þá. Þú ert að ná inn á netið. Í tölvupóst. Já. Ég ekki fara bara hérna í Outlook eða Nei, þá þetta loggaði inn og... Já, ok. Að þið getur þá farið bara í gegnum Vefbásinn bara innri. Þú bara innri hérna við. hvort að þetta gengur ekki. Getur nú vel, þá fer ég aftur Vefbásinn er þarna, já. hér. Þá getur það sigur með þér. Síman. Ég má Og það loggaði inn. Nei, þú kemst bara betur. Getur nú vel. Og það er þú. Nei. Nei, þetta er ekki. Sér, það er svo. Já, fyrst. Þetta loggaðist bara einhvern veginn. Þetta er einhver annar reikning. Loggast inn á einhvern annar reikning. Ég get sett á einhvern annan reikning bara. Já, nei, ég veit ekki alveg hvað reikningur það er, sko, logga einhvern annan út, sko. Ég get alveg farið bara inn í minn heimapóst. Ég sendi bara. Já, það er bara spurning hvort það komst inn í hans, sko. Já, svo þetta allan að gangi, sko, ég held að það sé bra, sko, en ég veit ekki alveg hvernig maður á að logga sig út úr þessum aftur inn, sko. Það er ekki bara stöður hér. Það má líka bara senda. Sign out. Ég get ekki sendt póstinn á þetta netfang. Já, ok, já, það er kannski bara einfaldast. Ég er með hann í símanum. Já, ok. Segðu mér bara hversu ég var að senda. Þess konar frekar þetta. Fundur 2, veitum sem að sjá hvort opnast þetta. Fundur 2. Satt. Allt satt. Jú, ég fundur 2. Jú, það er bara þetta til. Ég er mjög þakklát að þessu kom. Já, ég skal sérstaklega hérna því að sko yfirlæknir verða sko sagði við viljum ekki vera með ekki starfa nú en ekki starfa. Nei. Sko, þá sérð þú þinn skærm hér og þú getur nota mús eða bara passa og þú sérnast það sem þau sjá er passa. Já. Það er bara þú. Jæja, ég ætlum bara að byrja. Já, kæru vinir. Og förum út á málfræðireglum og segjum velkomin. Og sérstaklega vil ég bjóða fólk frá Haag velkomin. Við komum hingað áratugum saman, sennilega í 40 ár. Og svo hættu við að koma, þeir eru sérstaklega velkomin núna. Já.
slitu þessu samstarfi fyrir 2 árum, eða 3. Ég er bara mjög glaður að sjá, ég er bara mjög glaður að sjá, mjög. Það var aldrei eins og hann, var ég ekki með kaldhæðin á lofti, skil. Legðu það að minnið. Veitu, sest skjárinn ekki, hann ekki? Af hverju hann? Já, ok, hann án að fara beint út. Ok, takk. Jæja, hér er komin Gísli Kort, Kristoffersson og Ragnheiður Magnúsdóttir. Í draumi sérhvers manns er fall hans falið. Þú ferðast gegnum dimman kynjaskó blekkinga. Maðurinn. Já, þú ferðast gegnum dimman kynjaskó blekkinga sem brjóst þitt hefur alið á bak við veruleikans köldu trú. Nei. Orti steinar í miðri seinni heimsstyrjöld. Þetta er ekki þar hana, heldur aðra styrjöld, það er kannski tilverurétt og sagt. Gjörðu svo vel. Já, bara velkomin öll. Og aftur að bjóða heimilislækna og heilsugæslu velkomna. Mjög þakklát fyrir að þau komi hingað til okkar. En við ætlum semst að fara yfir þangað sem við erum komin í þessari umbótavinnu. Þetta er hvergi lokið. Það má eiginlega segja að þetta séu saga sem er hafin, en eins og segja, henni er hvergi lokið og kannski er þetta fyrsti kaflinn í sögunni. Já, Ragga er deildarstjóri og ég er sérfræðingur í geðhjúkrun upp á Seli og er svo sem eitthvað duglegur upp í háskóla líka. Það sem kannski samhengi hérna er það að göngudeildin endaði í svona töluvert mikilli krísu núna í svona nóvember, desember og þetta var svona ýmis vandi sem við vorum að kljást við og sumt af þessu vanda var svona frekar langvinnur. Það taki eftir því að ég sé skynjaður stjórnunarvandi. Það er kannski þetta er svona eins og skynjaður einmannaleiki, þú veist, þetta er eina leiðin til að mæla þetta kannski. Og síðan má spyrja sig hvort það sé munur á skynjuðum stjórnunarvanda og stjórnunarvanda og hvort að stjórnunarvandi sé ekki stjórnunarvandi ef hann er skynjaður. En geðlæknaskorturinn alltaf hefur verið viðvarandi líka, komið og farið en svona er orðið dálítið aðkallandi fyrir okkur. Síðan koma uppsagnir og veikindi og síðan þetta sem er bæði langvinnt og aðkallandi sem er eins og geðlæknaskorturinn sem við munum vera að tala töluvert mikið um. Og alvarlegustu einkenni sem koma upp sem eru vanalega þannig að við lendum í ákveðnum vítahring með þau. Að það eru veikindi eftir því sem meiri veikindi verði í starfsmannahópnum, þeim mun líklega er að fleiri verði veikir. Uppsagnir eftir því sem fleiri segja upp, þeim mun líklega er að fleiri segja upp. Geðlæknaskorturinn, þetta verður stundum býsna einmannlegt og erfitt ábyggilega stundum að hringja þessi símtöl að biðja fólk að koma og í kjölfarið verður starfsandinn frekar svona þungur. Og þetta sem sagt endar með því að stjórnunarráðgjafi er fenginn inn, hann Ágúst Kristján og ég held að flestir séu sammála það sem tóku þátt í þessari vinna, það hefur gengið býsna vel að vinna með honum. Og hann var líka mjög ánægður með bara hópinn í heild sinni þó að þarna lagi fyrir þung verkefni að voru þarna vissir styrkleikar sem að hann sá sem utanaðkomandi aðili inn í hópinn. Og hann sem sagt greindi vandann í gegnum viðtöl og aðra gagnagreiningu og sem betur fyrir var það ekki bara það eina sem var að það vantaði geðlækna, þá hefði ekki þurft mikla gagnagreiningu til. Og deildinni var lokað og við segjum hennar gæsalappa lokað því við héldum auðvitað áfram að sinna veikasta fólkinu okkar og sinna svona algjörum grundvallar hlutum, en við drógum úr starfseminni alveg í 3-4 vikur. Allavega 4 vikur. Allavega 4 vikur.
Og svo byrjuðum við bara svona hægt og rólega að bæta við einum að einum degi, þangað til við vorum farin að vera með bara venjulega opnun. Og þessum tímapunkti að það voru svona margir að fara að hætta, ákveða að hætta, byrja í veikindaleyfi, mögulega ekki að koma úr því aftur og svo framvegis. Þannig að okkur sem vorum eftir leið svona eins og það væri ekkert margir eftir einhvern megin. Þannig að við fórum í þessa vinnu sem Ágúst leiddi, en það var fólki sjálft sem gerði þetta allt saman. Það er þannig, þetta byggði allt á inputi frá fólkinu sem vinnur upp á Selum. Og við horfum bæði svona inn á hvað við getum breytt og bætt og hverju við getum breytt hjá okkur og náttúrulega út á við svona eins og við gátum. Og þannig að það er svona frekar flókið landslag, en kannski sko gott að hafa það í huga að það þýðir ekkert að við komumst ekki áfram samt. Og það var ákveðið svona tækifæri í þessu, af því að það sem hefði verið að gerast er að það voru ákveðnir hlutir sem voru búið að búa til og skapa, en einhvern veginn náði ekki að komast áfram, og við tölum aðeins það á eftir. Þannig að tækifærin voru þar. Þetta er kannski hluti af því að sem við þurftum að fara svolítið í það að horfa inn á við, skoða okkur sjálf og menningun okkar. Og þetta er svona einn af þeim stóru punktum sem að Ágúst kom svolítið með, og við höfum kannski alltaf verið ofboðslega duglegir að undirbúa ýmislegt sem tengist kannski verkferlum og þess háttar, en svona menningin hafði aldrei verið tækluð. Og ef maður skoðar náttúrulega ekki menninguna, þá getum við nánast bara svona svolítið tekið strategíuna bara og gleymt henni, sko. Af því að hún er bara svo rosalega mikilvæg. Og öll þessi orð sem þið sjáið þarna á skjánum, eru þessi orð sem að starfsfólki kom með sjálft. Það sem er staðist og er fyrir miðju glærunar, er það sem kom hvað oftast fram hjá fólki, þessi meðvirkni. Svo náttúrulega þarna vonleysi og pirringur og reddingar, við erum alltaf í einhverjum reddingum sem náttúrulega bara er ekkert gott heldur, og þú eru alltaf að vera að bregðast við neikvæðni mikil og þess háttar. En að sjálfsögðu fórum við náttúrulega líka svolítið í það að skoða hvaða ávana og siði megum við taka upp í staðinn. Og þetta eru líka bara orð sem kom ekki fram hjá starfsfólkinu, og við viljum svolítið leggja áherslu á. Og við þurfum alltaf, það er mjög mikilvægt svo í framhaldinu að gleyma ekki þessum orðum, þessari menningu sem við ætlum að reyna að breyta og erum farin að breyta hjá okkur, og minna á þetta. Við erum að tala þetta og passa upp á hvort annað. Ef við greinum það, einhver er farin að vera meðvirkur, eða einhver finnur fyrir vonleysi eða pirringi eða eitthvað svoleiðis, að við sem starfsfólk bregðumst við því og bendum bara, Gísli, ertu ekki orðin aðeins, hvað er þetta að við látum þetta ekki brjóta starfi okkar niður. Svo viltu segja? Nei, ég held að þegar við vorum að skoða þessa hluti, að þá náttúrulega var þetta líka svona hluti að þessari svona þótt kjánlegt megi virðast, og þá var þetta líka svona tilfinningalegt tiltækt sem þurfti að eiga sér stað til að við gætum bara haldið áfram að moka, og það virtist hjálpa. Og þetta er svona eina af þessum myndum sem var sett upp, þessi hlutir sem voru í gangi. Húsnæðismálin, það var ákveðin svona gjá milli framkvæmdastjórnar og starfsmanna, læknaskortur, ákveðin stjórnunarvandi sem meðal annars fólst í því að uppteknasta fólkið hjá okkur var fólkið sem átti að vera að sinna stjórnum, sem þýddi það að gæðaferlar, leiðbeiningar, alls konar breytingar sem margir voru búin að leggja töluverða mikla vinnu í. Það náðist ekki að taka í gikkinn af þeim, af því að fólkið sem var uppteknast, það er fólkið sem átti síðan að fara að gera það.
Þannig að það einn af þessum hlutum sem var aðeins reynt að leysa og við tölum aðeins það á eftir. Síðan verður ákveðið svona skipulagsleysi til, þreyt og vanlíðan, menningin verður náttúrulega smá vandi og síðan samskipti og tengslaðar deildi sak og hvernig flæður á milli. Heim- og málastjórar síðan kom inn í þetta þjónustumeðferð og síðan það sem við höfum og kannski höfðum alltaf með okkur það er okkur svona samfeldi í hópnum og það svona mikill vilji og metnaður starfsmann til að reyna að gera hlutina vel, til að þjóna samfélaginu eins vel og við getum, að sé flæði gegnum þjónustun okkar, að við séum að sinna hlutunum svona eins vel og við mögulega getum með við aðstæður. Og það náttúrulega þangað sem við erum að reyna að fara. Síðan getur náttúrulega staðan gjörbreyst og við vonum að við séum komin að stað í þá vegferð og erum þó að reyna að taka betur á þessu eins og með stjórnun, reyna að gera hvað við getum með læknaskortinn þó það svona hægra sagt gert og eiga opnara og svona betra samtal við framkvæmdastjórnina. Upplýsandi, miðlandi á milli. Þannig að þetta svona það sem við erum að reyna að vinna með og reyna að koma í farveg. Síðan Við viljum eiga svona hús. Já. Við viljum byggja svona hús. Nýbyggingin. Þetta nýbyggingin. Þess vegna svo ævintýra hús úr Mjallhvít. Það var svona átt samlíkingin í vinnun okkar. Það var Mjallhvít og Dörgæti 7. Það var svona smá moment. En þetta það sem við viljum byggja. Og við kannski förum aðeins dýpra í þessa reiti aðeins á eftir, en til þess að geta byggt þetta hús þá þurfum við að vinna með þessa þætti sem þarna eru tilgreindir í þessu kossa og við höldum áfram með það á eftir. Viltu nefna eitthvað meira, Gísli? Nei, ég held ekki. Við förum yfir alla þessa þætti, sjáum bara hvað við komumst langt með það, en þetta kannski bara til að gefa ykkur smá yfirlit að þetta var ekki bara eitthvað kumbaya-rugl hjá okkur. Þess að við sátum alltaf knúsinu hvort annað, heldur vorum við í alvörunni að reyna að breyta þessu til batna og erum sem sagt í því ferli og erum mjög svona með konkrétt plön sem við erum hingað til að ná nokkurn veginn að fylgja eftir þá við skiljum að þessi langt í land. Þannig að við unnum í hópum, kynnt fyrir öllum og þeir sem vildu fengja að leggja sig til málana, þannig að vonandi eru ekki með mikið af fólki hjá okkur sem gat mætt sem leið eins og það væri ekki hlustað, það væri ekki tekið tillit til góðra hugmynda og flest sem kom fram var eitthvað sem allir voru sammála að þurfti að gera og einhverja hluta vegna við náðum ekki að koma í framkvæmd. Og stjórnarráðgjafinn, hann leiddi en stjórnaði ekki og ég veit að þetta hljómar eins og eitthvað svona kjaftaði líka, en það var í alvörunni þannig sem sagt. Eru þið sammálaðir sem voru í þessari vinnu? Þetta var ekki, hann kom ekkert inn með, og bjargaði öllu þannig, heldur bara svona skipulag og stjórnaði vinnunni með öðrum. Og þannig að hópurinn sjálfur kom fram með lausnirnar, margar voru til staðar en óframkvæmdar. Og þetta var það sem ég var að reyna að segja áðan, það dó í skúffum og skrifborðum vegna annað eða einhvers annars. Og það var rosalega margt þegar við fórum að skoða þetta, þá eins og við sögðum, það var margt til sem hefði bara ekki verið gert. Það var ekki komist í framkvæmd, það var svona alltaf verið að byggja og svona einhvers konar móta og svo bara gerðist ekki áfram. Þannig að þetta bara fór svona í skúffu. Þannig að þetta voru þemin og hóparnir sem við fórum yfir og við fórum svona yfir svona helst grundvallaratriði í þessu núna. En við reyndum svona að fókusera á þessa hluti og koma okkur áfram. Því að það er líka þessi hluti að fá þessa tilfinningu að við séum að virka eins vel og við getum virkað. Það verður náttúrulega, það verður algjört grundvallaratriði líka að vera með, kannski að vera á þeim stað og kvöldum hlutina þannig. Og ekki bara við, heldur líka
notendur geðheilbrigðisþjónustunnar, fólki sem vinnur með samfélaginu og svo framvegis. Og þetta einmitt einn af þessum reitunum sem voru hann áðan, þegar fallega húsið var, hann Mjallhvít, og var eitt af því sem var greint sem væri mikilvægt að vinna að. Það inntökuteymið okkar. Og veit ekki hvort við kannski verið að þylja upp þessar lykiláherslupunkta sem eru þarna, en mjög margir af þeim lokið í rauninni og sumir eru kannski svona svolítið enn á reynslutíma og sumir hafa kannski ekki náð einhverju starti, en þetta allt saman í framhaldssögunni sem við erum að vinna að. En þarna eins og í inntökuteyminu sem náttúrulega þetta teymi sem sér að fara kannski yfir þær beiðnir sem berast okkur í hús. Það að tryggja nánast öll mál, bæði utan hús og innan, berist inn í gegnum þetta teymi. Þannig að það sé svona hægt að móta og hafa einhver ákveðna yfirsýn yfir þau mál sem berast inn í hús og stuðla að aukinni stýringu og starfsfrið fyrir mikilvæga meðferðarþjónustu. Þannig að og það náttúrulega búið að vinna, eins og segi, með þessa lykiláherslupunkta sem þarna eru og við erum að halda því áfram. Við séum, þetta sé farið í gegnum ákveðna ferla og þegar fólk vísi til okkar að því líði ekki bara eins og að segja að henda einhverju steinvölu ofan í eitthvað svarthol. Þetta sé ákveðnir gegnsæir ferlar sem séu skiljanlegir öllum og við getum það bara rökstutt af hverju við gerum hlutina eins og við gerum. Sem getur fólk verið ósammála því eða sammála því, en það þá allavega kemur aukin skýrleiki og gegnsæi, það svona planið. Og þetta alveg farið af stað. Ég lagði út í bæ og það senda stjórnarinn fyrir það bréf á inntökuteyminu. Ef ekki bara taka spurningar í lokin, það í lagi? Þetta mjög góð spurning nefnilega. En það í lagi? Þetta annar, þetta svona það sem við vildum byrja að vinna með, það var inntökuteymi og málastjórn meðferðaraðili. Þetta þessi einstaklingar sem í rauninni tekur þá og í rauninni við boltanum þegar tilvísun tekin inn og hann í rauninni þarna safnar þá upplýsingum og kemur málunum í ferli og heldur utan mál skjólstæðingana. En markmiðið með því að hafa áhrif á þennan punkt var að skapa ramma fyrir meðferðarstarf þannig að allir viti sitt hlutverk og starf verður skilvirkara, stöðugra og ánægjulegra. Og bara í rauninni skilgreina þetta hlutverk. Það var aldrei verið skilgreint nægjanlega og meðferðaraðili getur í rauninni verið hvað fagmaður sem vinnur upp á þarna hjá okkur. Og margt af þessu því lokið og það kannski fyrsti punkturinn sem kannski þarna undir lykiláherslur, segir ykkur kannski svolítið hvernig staðan var orðin hjá okkur. Þarna eru þessi stöðugildi. Þau droppa svolítið niður þarna í janúar og í febrúar og svo fórum við að fá inn fólk þarna aftur og svo í apríl það komið þá upp í 13,07 minnum ég að sé og við erum bara líka ennþá á þeim stað og það fólk að vera í veikindaleyfi en sem betur fyrir sumir að koma úr veikindaleyfi líka þannig við erum alveg að sjá fólk aftur. Og þetta eru bara aftur þessar lykiláherslur sem lagt áherslu á, sum lokið en annað eftir og annað í reynslu eða í innleiðingarferli. Þannig og undir þessum punktum hafa líka komið aðrir fleiri. Hérna hægt að vera með bara heilan fyrirlestur. Eitt af því sem við erum að hugsa að vera með svona grunnhæfniviðmið fyrir fólki sem að sinna þessu starfi. Þannig að það séu ákveðnir hlutir sem við höfum öll þjálfun og kunnáttu í og síðan í ofanálag svona það sem við myndum kalla þekkingasérhæfð vinnu. Þannig ef við kunnum einhver ákveðin inngrip, ef það einhver ákveðnir hlutir sem við út á okkar fagstétt eða bara faglega bakgrunn og þjálfun höfum þekking í að það sé þá svigrúm fyrir að sinna því líka. Þannig að það svona og síðan erum við að vinna alveg heilmikið með þessa hluti bæði varðandi þjálfun og hæfniviðmið og annað slíkt. Það nóg að taka þarna eins og mörg öðru.
þarna, ef þið horfið vel á myndina, þá sjáu þið nefnilega glitta fyrir að þetta mynda Árna sem ég náði í gær. Það var ég þetta seni, nei. Þetta var dálítið flókið að koma þessi verk, en það sést ekki alveg eftir hann, en það alltaf. Já. Þetta bæði dálítið fyndið og sorglegt, en þetta kannski svona... Kannski lýsandi dæmi það bara hvernig svolítið staðan og við sáum kannski þarna áðan að hámarka tíma eða hámarka tíma lækna var þarna einmitt í einu þættinum. En það þýðir ekki bara það að þeir séu bara settir í eitthvað ákveðið, Árni bara settur í eitthvað ákveðið og sem bara hann að vera í einhverju færibandavinnu. Við þurfum líka einmitt að huga að því að það sé einhverju verkefni sem eru nærandi. Að þú bara getur ekki hlaupið bara endalaust, þannig við erum líka að reyna að passa upp á hann Árna líka. En þetta svona, og eins og með læknana, það náðist kannski ekki alveg nógu markvisst að vinna með þennan þátt í umbótavinnunni, en við erum að halda áfram. Þetta alveg, það eru svona ákveðin atriði sem eru alltaf flókin, læknar vilja ekki endilega alltaf fara í geðlæknisfræði. Geðlæknar vilja ekki alltaf flytja út á land, sem veldur því að við þurfum svona einhvern veginn að finna út úr þessu til langt tíma hvernig við getum gert þetta og haldið þessu batterí gangandi með viðeigandi sérfræðiþekkingu og gæðum og öryggi. Og það þessi þjónusta sem við erum þá að reyna aðeins að skýra, við erum að gera samninga við fólki okkar varðandi mætingu og annað slíkt. Við erum að reyna að skapa gegnum flæði svo við getum farið að taka ný mál inn, sinna þeim sem eiga heima hjá okkur, útskrifa þá sem hægt að útskrifa. Við erum samt með hluta til með hóp sem með mjög þungan, alvarlegan og fjölþættan vanda sem ekkert endilega hægt að útskrifa. En síðan hluti af hópnum okkar sem þannig að það hægt. Og svo við verðum ekki, eins og ég segi, svo það verði eitthvað svona gegnumflæði til hjá okkur. Það það sem við erum að reyna að skapa. Og við viljum náttúrulega, það einmitt eitt af stóru tannhjólunum sem hefur ekki náðst að snúast. Það einmitt að taka af biðlistanum og við viljum náttúrulega ná að láta það hjól snúast. Og þá þurfum við náttúrulega að útskrifa af því að þeir einstaklingar sem eru þá búnir að koma í þjónustu eru þá bara búnir að fá sína þjónustu eins og við getum veitt og þá getum við fara að taka næstu inn. Það það sem við viljum bara sjá meira. Þetta verður alltaf pínu flókið af því að einkenni geðsjúkdóma eru þess eðlis að stundum fólk ekki að mæta út af þeim einkennum. Að reyna að hafa svona no-show pólisíur sem við erum að gera, þau verða samt alltaf með undantekningum. Og síðan við einhvern veginn að reyna líka að sumir notendur eru kannski bara ekki tilbúnir í vinnu og eru tilbúnir til að gera allt nema hvað sem á þeim tímapunkti. Þannig að við þurfum einhvern veginn að reyna að sortera þetta til þess að þjónustan nýtist sem best. Þjónusta á þessum stað. Já, eitthvað svoleiðis. Og síðan koma þessar hugmyndir fram að þessi plön og eitt af því sem við erum að reyna að gera núna að halda áfram. Ásamt því að reyna að halda öllu gangandi, að þá reyna að halda áfram að gera það sem við getum gert. Og það dálítið svona bara harkaleg stóuspeki í því. Og það sé að við með því, að við verðum bara fókusir á það sem í okkar valdi að gera þetta og reyna síðan að gera það. Og við erum með plan til þess og vitum hvernig við erum að gera það, en það alveg áskorun að halda því áfram. Það nú ein ástæðan fyrir því að til dæmis Ragga var ráðin deildarstjóri til þess að hjálpa okkur að halda þessu áfram og hún hefur gert það. Við erum alltaf með einu sinni í viku, það eru bara umbótafundir hjá okkur, þar sem farið bara yfir stöðuna og hvað verkefni í gangi, sumir sem komið og það sagði það sum verkefni eru bara sumir með lokið, sumir á reynslutíma, sumir í innleiðingu, svo eru bara næstu verk, sumir í undirbúningi, sum verkefni eru bara á bið
en þau eru þetta er bara verkefni í rauninni sem að starfsfólkið í rauninni forgangsraðar sjálft og hver og einn ber ábyrgð á ákveðnu eða kannski fleiri en einn sko, ber ábyrgð á ákveðnum verkþáttum og þannig í rauninni sé þetta lifandi vinna sem að er ekki bara eitthvað sem er á pappír og þetta sé alltaf ákveðið sem er í gangi. Okay. Og þetta var einn hlut af því, ég veit ekki hvort þú vilt sjálf tala ráðninguna þína, það kannski ósmakklegt, ég veit ekki, nei. En eitt af því sem var gert var að ráða inn deildarstjóra til þess að koma þessum verkefnum á framfæri. Það sem hafði verið vandamálið að það voru forstöðulæknar, er það ekki rétt orð? Já, og þeir áttu að sinna ákveðnum hlutum og það reyndist mjög erfitt út af geðlæknaskortinum og þá var það mjög erfitt að það var aðilinn sem átti að fara að keyra áfram alls konar breytingar, lesa yfir gæðaskjöl, alls konar stöf sem hljóma mjög kannski ósexy og leiðinlegt en er algjör svona grundvallar forsenda þess að við náum að breyta og bæta þjónustuna og tryggja það að við séum að sinna því sem við erum að sinna. Það veldur því að hlaupið á hamstrahjólinu það veldur að getur valdið ákveðnu svona stöðnu þannig að það var farið í það að ráða Röggu inn auglýsa deildarstjóra? Já, tímabundið. Tímabundið. Bara tímabundið, ok. Og það hjálpar alveg að hafa einn úr hópnum sem getur þá svona byrjað að leiða þessa vinnu hjá okkur sem er búin að vera inn í þessu alveg frá upphafi þannig að við höldum okkur við efnið. Ef við eitthvað að tala þetta var svona, það voru svona ákveðnir hluti bara sem vantaði. Já. Ljósaperur og hurðarhúnar og svona eitthvað. Já, nei, þetta var kannski meira það. Vantaði kannski bara svona aðstöð fyrir starfsfólk til að vinna og bæta, uppfæra ýmislegt tengt bara, eiga borð og hún voru ekki orðin úr sig gengin og stóla og svoleiðis og eins líka bara fá aðgang inn í ýmis konar tæknilausnir sem við þurftum að nota til þess að geta til dæmis bara að fá aðgang fyrir alla heilsugáttinni. Það voru ekki allir með það. Og við erum í töluverðum húsnæðisvanda. Það sem við erum svona háð því að fólk sé veikt og mæti ekki í vinnuna öðru hvoru til þess bara eiga skrifstofur fyrir öll. Sem er svona ekki besta plan í heimi, sérstaklega það sem okkur vantar fólk til starfa. Þannig að þannig að húsnæðisvandinn er einn af þessum hlutum að værum við ekki í vandinn ef við værum með allar stöðurnar okkar ráðið í það. Nei, þannig að það eru líka svoleiðis hlutir sem eru mjög basic en auðvitað svona smáatriði sem skipta alltaf miklu máli. Já, þetta er klárlega eitt af því sem við þurftum og höfum verið að leggja áherslu á. Það er starfsandinn og halda áfram að huga starfsanda líðan og menningu í vinnustaðarins. Þetta er eitthvað svona sem við hugum líka á umbótafundunum hjá okkur að það sé bara kannski mögulega eitthvað sem er í gangi þennan mánuðinn, eitthvað svona sem að lyftir okkur upp og gera hlutinu svolítið skemmtilega líka. Og þetta er hann Leo okkar, hann bætir hessur og kætir. Hann er hundurinn okkar upp á göngudeild. Þannig, til hvort þú vilt. Nei, hann er bara nokkuð hann er með stöðugt geðslag, hann Leo, sem hjálpar oft til. Síðan er alveg erfitt að tala um þetta, því við erum í mjög alvarlegum bransa sem alvarleg hluti gerast. Þú veist, það er fólk þarna úti í mjög mikilli neyð og bara alvarlegt ástand. Og það er stundum alveg flókið samt að reyna að viðhalda einhverjum starfsanda, manni finnst það bara hálf asnalegt, skiljiði hvað er að fara, með alla neyðina sem er í gangi. En það verður samt þannig að svona eining virkar ekkert nema að það sé ákveðin samheldni og sem gerist ekkert endilega organískt. Við þurfum að hafa fyrir því að viðhalda. Þannig að þó þetta hljómi eins og einhvað dúlleri, skiljiði hvað er að fara eins og við séum eitthvað, en þá er það ekki. Þetta er svona grundvallaratriði til þess að halda öllu dótinu gangandi. Svo við getum haldið áfram að reyna að veita þessa þjónustu og bæta. Já, það var einhver ítgjarn maður sem setti þessa mynd á glæruna
En svona staðan í dag þannig að verkefni svona á áætlun og mikilvægum áföngum náð, en það rosalega margt eftir samt, við skiljum það. Og við erum að reyna að svona taka fyrstu skref að byggja upp eitthvað samstarf, halda áfram einhverjum samtölum og svoleiðis. Þannig að þetta svona að koma, en þetta lítur ábygglega dálítið svona út eins og þessi mynd fyrir marga utanaðkomandi, ég veit það ekki. En við sjáum þetta ekki svoleiðis, okkur finnst ákveðnir hlutir hafa bæst og breyst. Já, þetta bara svona dæmi það sem að kannski við höfum áorkað og líka bara það sem eftir. Sumt sem sagt, eins og segi bara á reynslutíma eða innleiðingarferli. Og það einmitt, það má bygglega bæta við á þennan lista, sko. Þannig að þetta bara svona það sem að við settum svona fram Já, þannig að þetta allt svona konkrét hlutir sem búið að gera. Og þetta bara dæmi, það fullt annað þarna og líða líka auðvitað fullt eftir. Þannig að við erum svona, ég veit það ekki, við erum einhvers staðar á leiðinni, en ég held að það séu fáir svona sem upplifa við séum allavega á selinu sjálfu sem upplifa við séum á byrjunarreit og kannski aðrir einhvers staðar annars staðar geta upplifað það. Hvað segir þú, Ragga? Þú varst að tala við hópinn á miðvikudaginn. Jú, ég var að tala við hópinn á miðvikudaginn, það er kannski svolítið lýsandi mynd bara sem kemur eftir, við séum ykkur bara svona, að því vildi bara svona svolítið fá bara einmitt mat hópsins á því hvort við værum ekki ábyggilega eitthvað að komast áfram. En já. Já, síðan erum við bara að fara, við erum búin að vera að halda áfram með þessari vinnu og síðan endurmat 8. maí á þó nokkrum þáttum og svona sjáum við hvar við erum stödd og við svona náttúrulega vitum það nokkurn veginn. Það gott að taka stöðuna. Eins og séu, þetta næstu skrefklæran, þið sjáu hana varla, sko, þú veist, það ansi margt eftir auðvitað. En það bara eins og kemur stendur neðst, það bara áframhaldandi stuðningur og samstarf við heilbrigðisráðuneytið líka, þau eru líka alveg að fylgjast með þessu verkefni og þetta náttúrulega bara lykilatriði því að tryggja umbætandi skili sér í bara varanlegum og merkingbærum framförum í þjónustunni. Þannig að það mikilvægt að vita það, þau eru líka að fylgjast með okkur og vilja fá upplýsingar sem alveg eðlilegt. Já. Hvar erum við einmitt á vegferðinni? Við erum svo búin að fara yfir þessa reiti með ykkur núna og okkur eins og þetta draumahúsið okkar eins og við erum búin að segja Þannig að og það þarna sem við erum að reyna að komast, við erum búin að skilgreina ákveðna þætti sem við þurfum að vinna í og við náttúrulega ekki reynum þá bara að gera þá erum svo sem að því. Síðan eru aðrir hlutir og minnast aðeins á þá eftir sem eru illbreytanlegir og ég veit ekki alveg hvernig við nálgumst það, eða við. En þetta svona svolítið myndin sem ég var að nefna áðan. Við tókum stöðun á þeim vorum aðeins áttu smá fund á miðvikudaginn síðasta og við horfðum svolítið á þeim inn í janúar og staðsettum okkur á vegferðinni. Þá voru í janúar, þá vorum við stödd á Antarktíku. Og þetta ekkert náttúrulega nema bara áfram gakk, það þýðir ekkert annað og á miðvikudaginn síðasta þá vildi starfsfólk staðsetja okkur í Evrópu á fjalltindi 2 þannig að við erum á vegferð og við erum að halda áfram og svo vorum við áttum smá umræðu það að hvenær haldið við erum komin á Everest og við erum svona gæla við það að verða þarna einhvern 25 líklega. Og þetta náttúrulega snýst það að við séum að sinna því sem við eigum að sinna og við séum að ná að sinna þeim notendum þarna úti sem þurfa að vera í þjónustu eins og okkar. Þeir komi stað og fái viðeigandi þjónustu og viðeigandi tíma og við erum alveg töluvert frá því eins og fólk veitir.
Ok. Alltaf hverju gerðu þetta ekki fyrr? Nú að því að það var ekki alveg kviknað í okkur fyrr, ég held að það sé bara svarað, sko. Þú veit, vill ykkur annar? Af hverju gerðu þetta ekki fyrr? Þú veist. En ekki saman, Já. það var alveg búið að falla og tóka. Já, ég veit það. En það var ég var bara að lifa eins og þetta var næður með til annað. Þau bara redda bara, græja bara. Já. Og svo dæmi að þetta með að stoppa tímapunktum til loka. Já. Það er ekki hugmynd sem kom að sunnan. Nei, það er Það var rétt. hugmynd sem var komin fyrir löngu síðan. Já. Þegar aðeins sunnan kom með hana. Já, tóku undir hana, tóku undir. Já, þegar hann tók undir. Já. Tók eftir oftið, þá var það raunilegt. En það var ekki raunilegt eftir hana. Það er sennilega breytt alltaf með hóttunum. Já. Og ég ætla bara að klára gelnaskorturinn þyngsti vandinn og það er náttúrulega, þú veist, einn af þessum hlutum bara sem er svona grunnforsenda þjónustunnar og þess vegna er ekki hægt að vera of peppaður hérna út af því öðru en svo sem að við erum ekki alveg búin að finna út úr því. Bara alls ekki, ég veit ekki alveg hvað orðalag þú myndir nota. Það er ekki vaktir. Já. Ég fann það er 10 vaktir í. Akkurat. Og ég er á vaktin í dag. Já. Einmitt. En hérna, ég er svo svolítið með því að sá það alveg bara ekki lestu. Nei. Í tárið. Einmitt. Og síðan er bara með fyrirbyggjandi aðgerðir að því að okkur kannski líður, þó að það sé ekki augljóst fyrir öðrum, að þá líður okkur eins og við séum komin að stað og kannski sjáum að það fyrir endan á ákveðnum hlutum og vitum svo nokkurn veginn hvert við eigum að fara. Og þá er spurning hvernig við fyrirbyggjum að þetta gerist aftur, nákvæmlega svona. Húsnæði er náttúrulega bara stórt atriði sem er líka pínu svona óleyst. Við vitum ekki alveg hvar við eigum að hafa fólki okkar, hvar við eigum að hitta notendurnar sem við ætlum að reyna að taka inn. Og síðan er þetta spurning, þú veist, með þessa stigskiptingu sjúkdóma, ef einhverjur áhuga á því, þú veist, þetta er prestige. Þú veist, og ef þú gerir könnun hjá læknum og hjúkrunarfræðingum til dæmis hvaða sjúkdómar séu fínir og ekki fínir, ekki hvað þeim finnst sjálfur, heldur hvað þeim finnst að öðrum finnist, að þá eru geðsjúkdómarnir alltaf og fíknisjúkdómar mjög lágt þar. Þannig að hérna, og við vitum ekki alveg hvort að það hafi einhver áhrif og það er þá vonandi bara að breytast. Vona það. Já. Taka. Já. Það er eftir það í því að ég er náttúrulega ekki í bæði með þjóðstæðing og vantar að setja minga inn á þjóðstæðing. Hvernig ávarpa ég þjóðstæðing sendi ég sendi ég ávarpa ítökubein eða sendi ég á ritarum eða á hvert sem ég fyrstu beinum að ég þurfi aðstoð. Það var bara ritarinn má bara svara því. Það er næðið, ef við þetta aðstoð í dag eða innan viku, þá er það best að fylgja bara 50 sem með vaktina. Þetta er það að því sem komið í dagverðin fyrst. Nú, ef það er ambulant deilu sem er ekki bráðadeilu, að senda það á fengideildina. Það kemur í réttan farveg í rafræn yfirbrigði að kemur til okkur ytra, þá fyrir þetta alltaf í inntökudeilu. En þeir sem skrifa deilu meðferð sem við erum að taka við, þá getur það týnst. Þetta er alltaf öruggasta form að það getur við. Svo er þetta auðvitað form í einu stóra upplýsta það eins og hérna þessu deilumlag þetta væri eitthvað sem form sem staðlað. Okkur langar til að hafa staðlaform.
En eins og þetta núna þá það ekki til, en þetta í rauninni bara tilvísunareyðublað í sögu sem þá notað og okkur langar til þess að hafa líka bara ákveðnar þá upplýsingar á því blað, bara svona svo við getum myndað okkur einhverja svona bara fengið upplýsingar þær upplýsingar sem við þurfum einstaklingana, hvort þeir eigi að vera hér í þjónustu eða ekki. Elínbjörg, svo Hannes og svo Guðrún, þakka ykkur bara fyrir mjög svo fína vinnu. En nú ég þannig í vinnu að ég þarf að fara í ráðgjöf á hinna ýmsu deildir. Þannig ég sem veit nokkurn veginn hvernig spítalinn en það alltaf kvíðarlegt að vera beðinn ráðgjöf á geðdeildinni. Það ekki út af því að starfsfólki séu það eitthvað minna almennilegt en á öðrum deildum eða sjúklingar eitthvað minna áhugaverðir. Það vegna þess að aðstæðan á þessu vaktergi og legudeildinni gersamlega til skammar og eftir hálftíma maður komið með bullandi hugverk og vanlíðan. Og þannig starfsfólk sem kannski vinna 8 tíma pluss í þessu umhverfi. Ég held að það takist engar umbætur eða þessi lægi ekki húsnæðismál. Og ég legg til að þetta var tekið til húsnæðismál eftir hádegi. Nú erum við Já. Þú ert predika fyrir kórinn hérna. Já, annars. Ekki fyrir þannig að það svona almennt talið að 20% samfélaga glímir við geðsjúkdóma og 10% við alvarlega. Við erum það hér á Akureyri 20.000 og kannski stór samfélaginu 40. Það þýðir að það eru 2.000 alvarlega geðveiki. Hafið talað við þá, hafið skýrt fyrir þeim, skýrt út fyrir þeim þess í hvað aðstöðu þessi þjónusta sem þeir þurfa svo mikið á að halda þeir í. Vita þeir af þessu sjálfir eða þeir algjörlega bara óháð stærð í þessu vengi? Já. Ertu að meina að tala við þá sem að bíða eftir þjónustu eða bara samfélagið? Einhvern veginn hef ég haldið að þetta starfsemi ekki nokkuð meina þetta þessa þjónustu sem alvarlega heim. Sem inni og vita þeir af þessu. Ég koma þeir bara þegar þeir komið fyrir því. Þú segir það svona aðeins með þessi áskilja á þetta ákveðinu og bara kemur og við þjónustu og eins og þessi áskilja, þessi alvarlega áskilja sem líkir í þjónustu, hvað var það þeirra sín? Já, þetta kannski flókin spurning að svara, ég veit ekki hvort að Já, kannski, ég veit ekki alveg, ertu að tala upp á að virkja notendurnar dálítið og aðstæðendur þeirra til þess að þrýsta, Já. Ég man á Hólmavík þess að læknarnir 1986 og að þingin á Laugardalskvöldi og það fyrsta sem maðurinn á línunni spurðist að þetta myndi þá fara eftir 50. Og ég segi nei, ég finna vatn. Já, gott, þetta var ekki að fá að fullvægist. Þá vissu það að ef að læknirinn sem var þarna fengi ekki aðeins að slaka á 1 og 1 viku, þá færi. Það er í þessum andasum spurningum Já. Það hefur nú ekki orðið alveg formlegt, eitthvað samtal út í samfélagi, en það náttúrulega það sem hefur gerst núna hefur verið að það er búið að vera upplýsa í rauninni bara með blaðaskrifum og upplýsingum sem sjúkrahús hefur verið að gefa út. Það eru kannski þessu upplýsingar sem hafa verið gefnar. En það ekki verið svona. Jú, það er bara í rauninni þess að það fær ekki með fjölmiðla, sko. Út í samfélagi, en við höfum reynt að líka ákveðna svona upplýsingum fyrir. Nei, það er alltaf kannski að þetta í stofnum útskrifaður, það mútti segja þetta í fyrir ástandi og það gæti verið erfitt að fá sem sagt þjónustuna eða samfélagi og við höfum alveg sagt það eins og þegar við höfum verið að vísa frá og þeim þess að styrja ef það er fólk sem þekkir það reynum við að upplýsa. Ég þannig að bara hugsa að almennt með heilbrigðisþjónustu eða með myndbændum. Það er margt til þetta og með samband. Já, akkurat. Sjálfur að það með að fara í lögum á þjóðverðsku, þá er þetta fættur mynd að fara að tala hérna með einhverja dómadags skálskóð. Það skapar óþarfa óþægi í samfélaginu. En ég með svo veit alveg til dæmis að maður að það sem er sérstök aðstæðanir á þessu og HSN heldur og það veit að það er marga vaktalínur sem að standa í dag.
Já, fram Vilborg og svo lokum Bragi. Já, takk fyrir áhugavert erindi. Mín spurning var í rauninni þessi að glæra þarna með allt þetta neikvæða sem hefur verið í gangi áður og meðvirkni var það flest í miðunni. Og erum við þá að tala meðvirkni gagnvart stjórn spítalans eða var það gagnvart milli ykkar samstarfsfólksins eða út í sjúklingahópinn eða blanda af öllu? Ég held að vera bara blanda af öllu, sko. Þannig að bara einmitt eins og svo sem nefndum líka áðan, sko, að vera endalaust í einhverjum rettingum af því að, sko, kannski það var ekki búið að móta einhverja ferla eða einhverjar upplýsingar, einhver takt til að vinna þjónustuna, vera alltaf að redda og þá kannski gerir Gísli hlutina svona en ég gera það öðruvísi og svo þriðji gera það allt öðruvísi, sko. Þannig að það kannski þetta kóing í rauninni bara til þess að... Ég held að við hugsaum meðvirkni þó að það sé handónið klínist hugtak, sko, að þá hugsaum við það bara að taka ábyrgð á hlutum sem við eigum ekki að bera ábyrgð á eða taka ábyrgð á. Og þá hún bara í þrívídd, var held ég upplifun starfsfólksins, bara svona eitthvað sem við þurfum að skoða á öllum svið. Það veit ég ekki hvað það á að byrja. Nei. Það er bara eiginlega alls staðar, sko. Ég er svo nefnt þetta dæmi að ég held að sé nú að verða svo því að það er eitthvað átt áraugst síðan að landlæknisembættið kom á deildina og gerði úttekt og ég hátti ekki að þetta sé það snúið að það er ekki tekið til að klára hlutina en bara það er ekki núna. Já, hefur þetta það er ekki þannig að þetta er heilskipt bæðið fyrir þessu og kannski líka fyrir tilvæði. Það að vita að því að þessi þeim sé í svona vandræðum, það er bara alvarlegt mál. Og ég vona bara að framtíð að svona skúrfröðsum og maður sér að það er náttúrulega land. Það er að rétta húsnæðismálum til dæmis, bara það. Og það vantar þarna 6 manns upp á þessa 19. stöðugildinni hann var 30% af starfsfólkinu og það er ekki til húsnæði. Það er bara brjálað. Já, það sem ég ætla kannski að spyrja hvernig samvinnan sem það er þessu teymi HSN og sjálfstæði þjónustu HSN. Eru þið í samstarfi? Ég áttum ekki alveg á því. Eru þið í samstarfi eða eru þetta tvö baktir sem eru bara að aðtast hvort í öðru? Fundum fyrir svo að það segja það er bara yfir á opn heilsugæslulæknanna og síðan þurfum við að koma að eitthvað. Ég áttum ekki á því eru þið í samstarfi? Það var verið að vísa á þetta milli. Það segja að það er langt að hafi ekki fyrir samstarf. En það er samt opnanir að það var ég held að við séum að breyta því núna. Ég held að það skiptir eitthvað máli. Já, það skiptir bara mjög miklu máli. Heldur ekki bara í tengslum þessa vinnu, heldur líka í tengslum við breytingar í teiminu á HSN. Og þá þetta að skapa þetta opnanir og þannig. Það er þannig grundvöld. Já, klálega, sko. Við verðum tímans vegna að hætta. Svo áhugavert var þetta, við fengum ekki nú, en takk kærlega fyrir að koma, þetta var lærdómsríkt fyrir okkur og þetta er til eftirbreytni. Takk kærlega fyrir.